Hefur þú áhuga á handverki? Hér á þessari YouTube-rás minni sem heitir Gunnhann Brasar mun ég sýna frá ýmis konar handverki sem ég hef gert í gegnum tíðina, því sem ég að gera núna, vinna að núna og ég set á mig áskoranir sem ég ætla að vinna að fram að næsta þætti. YouTube-rásin mín heitir Gunnhann Brasar og ég glemdi að segja frá því seinast út af hverju ég kalla þetta Gunnhann Brasar. Gunnhann, ég hef verið að vinna undir því merki og Gunnhann tilkomið af því heiti Gunnlaug Hannesdóttir og ég ákvað að taka bara 4 fyrstu stafina í Gunnlaug og 4 fyrsta stafina í Hannesdóttir, úr var Gunnhann. Síðan ég alltaf að brasa eitthvað, þannig að Gunnhann Brasar, augljóst. Í síðasta þætti þá sýndi ég ykkur teppi sem ég vann úr ullarútsvönskarni. Ég var að spá í hvað hefði farið mikið í því. Ég hafði ekki talið þetta neitt svoleiðis, en hversu margar dokkur af ullarútsvönskarninu fóru í teppið. Þannig að ég viktaði teppið og viktaði dokkur og ég fann út að teppið 850 grömm og dokkan svona cirka 3-4 grömm og þá hafi farið rétt rúmlega 280 dokkur í teppið. En ég gerði ekki bara það teppi, heldur hérna annað teppi sem ég gerði og það með þessu sama að ég læt bara samsetningarna ráðast hvenær nýr litur kemur í. Seinast þá sýndi ég ykkur peysu úr Navia Trio garni og ætlaði að klára hana. En ég nú bara komin með aðra ermina tilbúna. En ég var fyrir því að það klemdust taugar í höndunum og sem gerði það verkum að ég gat lítið gert í handafinu. Fór ég aðgerð núna í haust á báðum höndum og hélt að þá myndi nú allt verða fínt og flott og ég gæti bara farið að prjóna eins og vindurinn. En það ekki svoleiðis, heldur verði ég bara að taka smá í einu. Og það svo skrítið að ég get frekar prjónað, ég fæ minni verki í hendurnar ef ég prjóna með fíngerðari prjónum. Og þá ætla ég að sýna ykkur næst hérna. Hérna eru litlu skórnir tilbúnir. Ekkert mál að prjóna þá eða svona. Það eru voða sætir. Ég prjónaði hérna sokka úr aðgáfskarni. Og þeir líta svona út. Og ég fór í eitthvað svona sokkahug að gera fleiri sokka. Og ég hafði keypt 52 weeks of socks núna í vor. Og maður alltaf búin að hugsa, já, ég reyna að gera eitthvað úr þessari bók. En ég sagði, nei, núna tækifærið. Og ég fann uppskrift í bókinni sem eru þessi hérna. Og þeir eru á prjóna númer 3,5 sem hentaði vel þessu garni sem ég var að hugsa um. Og ég þurfti náttúrulega aðeins að breyta þeim. Gerði hérna röndótta. Og svo þeir einlitir hérna, af því að þetta gat kláraðist og þá bara gerir maður einhvern veginn öðruvísi. Og eins og þið sjáið, þá ég að nota lukkuprjónuna, gengur vel. Ég ætla að gera sem sagt 1 sokkapar á mánuði. Ég ætla að gera það þannig að ég ætla að opna þessa bók einhvers staðar og gera það sokkapar sem sýnir. Ég held að þetta sé nokkuð gott. Svo fór ég að hugsa að ég náttúrulega, eins og ég var búin að segja ykkur, að þá ég með svolítið mikið af garni svona hérna og það ekkert alltaf bandið merkið með ekkert alltaf á garninu. Þannig ég veit ekkert hvort að þetta sé alveg ullargarn eða hvort að það sé gerviefni með í því. Til þess að þetta endist í svolítinn tíma að þá þarf að vera eitthvað gerviefni í
og ég held ég bara neyðist til þess að kaupa eitthvað af sokkagarni. Ein af áskorunum seinast að það var að gera töðru og hér er hún. Ég valdi bara svartefni og hérna er hún komin. Þann sem mér hafi verið gefið hérna svona gult efni í hérna fóðrið og sett svona smá vasa innan í. Hérna. Þetta finnst mér mjög þægilegt að vera með svona töðrur. Þannig að þetta verður það sem ég skarta núna næstu mánuði þegar ég fer út. Fleiri verkefni voru í áskoruninni og ef þið munið þá var ég með nokkra búta svona sem ég hafði saumað út eða ætlaði að sauma út og ég setti það í myndaramma. Hér er fyrsti. Og hérna það sem ég þrykti. Það glampar svolítið. Og þessi. Mjög skemmtilegt að gera þetta og þurfa að pæla svona í hvaða lit ég ætla að hafa, hvaða form eða hvers konar út sem ég ætla að nota. Og ég vildi prófa svona mismunandi aðferðir. Já, svo var þetta hér. Ég er búin að strauja þetta núna. Ég er ekki búin að gera úr þessu en ég er búin að ákveða að hér fann ég svona grófur flauel og ég ætla að búa til svona verkefnatösku úr þessu. Og það verður þá bara næst sem ég sýni ykkur það, hann er full klárað. En mér finnst bara litirnir passa svo vel saman. Svona. Ég held að þetta geti orðið svolítið gott. Ég á ekki bara prjónagarn, eins og ég sagði, þá er ég líka fullt af útsimsgarni. Og þegar ég hef verið að vinna, þá hef ég sett svona afgangsþræðir sem eru einhverju lengd í svona dollu eða box. Hérna. Ef ég opna það og þá sjáum við að það kennir ýmissa grasa þarna. Ég reyndi að nota svolítið úr þessu þegar ég var að gera til dæmis eins og þessi blóm. Og þar sem ég var að gera þetta og var með svona hrúfuna hjá mér, að þá var mér hugsað til, ég hafði prófað Sashiko útsaum, japanskan, sem er þannig að þú ert að sauma, sem sagt, hérna, bara þræðispor í ákveðið munstur og svona geometrískt munstur og kemur oft mjög fallega út. Þannig ég hafði keypt þetta eitthvað svona, svona kennslukitt eitthvað, en ég gerði vitleysu. Ég áttaði mig ekki á því að ég átti að kljúfa garnið og því var þetta allt of bosma mikið hérna. Ég rakti það upp og byrjaði upp á nýtt og þess vegna gat ég ekki saumað hérna í þetta af því að garnið, það sem eftir var, dugði bara í þetta hér. Þegar ég var að sauma myndirnar og var með þetta hjá mér og var að velja þræð úr þessu, þá var mér hugsað til þessara aðferðar. Og það datt mér bíddu, en ef ég tek bara svona einn og einn þráð, þrjá þræði í einu, tek bara einhverja þrjá þræði úr flækjunni og sauma það, hvernig ætli það myndi koma? Og gera bara svona þræðuspor og hvernig myndi það koma út? Ég gerði pröfu og hún er svona og mér finnst þetta bara koma nokkuð vel út. Þannig ég held að ég eftir að vinna þetta svolítið áfram og minnka flækjuna.
Ég hef með eina spurningu til ykkar. Ef að þið getið leiðbeint mér. Ég fann útsaum sem að amma hafði gert og sem hún var ekki búin að klára. Ég ákvað að klára hann og þetta er sem sagt það sem hún gerði. Ég ákvað sem sagt að klára, það var nú ekki mikið eftir. Það var einhverja línur hérna og nokkur blóm og svona, þannig að ég er búin að sauma úti. H.J. stendur þarna, Helga Jónsdóttir. Með því vissi ég að hún hefði gert þetta. En þetta er svona, ég veit ekki hvað ég að segja, skítugt. Það er helst eitthvað á þetta. Kemur þetta nógu vel í ljós? Ég er búin að prófa að þvo þetta og ég ákvað að vera ekkert að strauja þetta neitt af því ég ætlaði að prófa að þvo þetta aftur. En spurningin mín er, vitið þið einhverja aðferð til þess að ná svona blettum úr? Það er svona eins og hafi helst eitthvað í þetta og ég veit ekkert hvað það hefur verið. Spurning hvort ég ætti kannski að taka mynd af og setja þið hérna og þá kannski sést betur þessi blettir. En það væri voða gott ef að þið hafið einhverja hugmynd hvað ég gæti gert. Og þessa mynd ætla ég síðan að setja í myndaramma og upp á vegg í sveitinni. Áskorunum mína fyrir næsta þátt. Ég var náttúrulega með svo mikið af útsaumsdóti sem að ég gæti ekki klárað. Ég ætlaði mér nú kannski of mikið, ég viðurkenni það. Ég ætla að klára eitthvað af því og mér datt þá líka í hug, ég nefnilega sá, ég á svona, fann þetta hjá mér. Það eru svona pappabóks, nokkur saman. Hérna. Mér var dett í hug að mála þau og sjáðu það er hérna, maður getur sett eitthvað hérna inn á milli og þá var ég spáði að setja kannski eitthvað útsaum þarna inn á milli. Annað, þá er það að gera svona póka, svona verkefnapoka. Ég er búin að finna hérna liti sem ég ætla að nota í það og þá verður þetta í einn, verður svona. Ég ætla að gera hérna 2 og annar verður svona. Þannig að þetta verður utan á, þetta verður fóður, þetta verður framan á, utan á og þetta verður fóður. Þetta ætla ég að gera fyrir næsta tíma. Eftir síðasta þátt, þá var ég svolítið feimin við að deila þessu, að setja þetta á samfélagsmiðluna mína og svona. En ég ákvað jógunlög ef einhver er að fá að sjá þetta. Þeir fá ekkert hugskeiti það að þú sett byrjuð með eitthvað YouTube-rás. Þannig ég skellti þessu á Facebook, bæði á Gunn Hans síðuna mína og svo mína persónulegu síðu. Þannig að það voru margir sem kíktu á og margir sem að sendi mér skilaboð og mikið óbáslega þótti mér vænt það. Af því þetta er svolítið svona, já, maður er búin að vera svona einn að vinna í þessu og hefur bara verið með þetta hérna heima og svona. En að fá þessi skilaboð, þú veist, mér finnst þetta frábært. Bara takk kærlega fyrir allir sem lækuðu eða skrifuðu orð til mín og svona, mér finnst það æði. Ef að þið viljið halda áfram að fylgjast með því sem ég er að gera, að þá ætla ég alltaf að setja hérna inn á sunnudögum, nýjan þátt. En þið getið ítt hérna á bjölluna hérna fyrir neðan og það stendur í áskrift eða subscribe eftir hvort það eru með þetta á ensku eða íslensku. Og endilega, ef ykkur finnst þetta hafa verið þokkalegu þáttur og þið hafið haft gaman af, að ítið þá á hérna þumalputtan upp. Þá sé ég svona hvað ykkur finnst. Ég bað ykkur seinast að skrifa hérna komment eða ummæli hvað ég ætti að gera út úr þessum útsaum hérna fyrir neðan
og svo sá ég það að það var slökkt á, það var ekki hægt að skrifa neitt. Þannig að ég að vonast til að ég geti nú gert það núna þannig að það sé hægt að skrifa skilaboð til mín. En ég ætla bara að segja þetta þá gott í dag og við hittumst eftir viku. Takk fyrir.